Það var hárið. Komið þið sæl. Hæ. Þið eru velkomin Í í fyrsta þátt. Körfuspjall. Gríðarlega góð. Það er ekki lítið á hvern annan á leikdegi. Það er svo mikill rígur og eftir sigurleiki hjá hvoru liði þá fagna ég andlita á hvoru öðrum og það getur ofta enda með óskum. Það getur ég sagt ykkur. Það er endast oft að við tölum sig ekki saman restina af deginu. Ja, þetta er í fyrsta skipti sem við tölum saman síðan að þetta einvið byrjaði. Síðan er eitthvað ekki. Nei, ég hef ekki talað við þig síðan að úrslitin einvið byrjaði. En þetta einvið byrjaði. En stemningin er mjög góð, við erum báðir mjög spenntir og okkur hlakar mikið til, bara held ég eins og öllum körfubolta-aðdáendum nær og fjær. Og þetta verður spennandi. Já, gríðarlega spennandi rimma. Það er búin að vera besta rimma núna í Youth League-keppninni. Bara í nokkur ár. Með þeim betri. Já, ok. Það er búin að vera marga góða rimmur undanfarin ár. Sammála því. Við byrjum bara að líta á byrjunarliðið og byrjum á Stefán og Bjössa. Elvar, hver er vinningi þar? Bjössa er búin að vera að spila hrikalega vel. Mér finnst Stefán búin að vera að spila á einhverju öðru leveli í bæði deild og úrslitakeppni. Þannig að ég tel Stefán hafa vinningi þar. Já, ég er sammála því. Njarðvíkingar eru loksins með almennilegan point guard. Nei, alltaf Stefán er bara eitthvað annað. Þú veist, hann er okkar Marcus Walker og hann er búinn að spila hrikalega vel. En alltaf ég er búinn að vera ánægður með minn mann. Hann Bjössa er búinn að vera flottur. Ég veit hann er að glíma við smá meiðsli. Þannig að það er kannski erfitt fyrir hann að... Gott fyrir Njarðvík að vita. Já. En kannski þegar Pavel er komin inn í þetta og ef Pavel væri heill þá myndi þetta jafnast náttúrulega töluvert út ólíkir leikmenn en svona heilarnir í sínu liði. Já, við förum yfir shootinggarða. Logi og Brynjar. Loksins verður káir með eitthvað alveg shootinggard. Nei, saman djók. Já, það er kannski svona þeir sem eru svona hvað jafnastir í sinni stöðu. Þetta eru báðir X-faktornar í liðanum finnst mér mest. Þetta eru báðir svona leikmennir. Logi er búinn að vera mjög góður í úrslitakeppninni og báðir myndum vallarins. Hann er búinn að vera gríðarlega traustur. Búinn að vera bara gefa gott framlag. Varnarlega aðalega sem hann er búinn að vera alveg á fullu sko. Já, en náttúrulega Brynjar er náttúrulega maður stórleikina. Og hann gæti alveg farið í 30 stig. 30? 35 á morgun. Já, Brynjar er góður en Logi verður á honum sko. Mér finnst Logi búinn að vera standa sig gríðarlega vel á honum og búinn að vera að halda honum svolítið niðri en nú veit aldrei hvað Brynjar gerir eða báða að búa. Þannig ég held að það er bara hægt að setja jafnt merkja þetta sko. Það er bara... Allan að þeir þurfa að eiga góðan leik ef þeir vilja sitt lið inni. Og ég veit að þeir báðir muni gera það á morgun. Já. Darri og Magic. Ég myndi segja að Darri hafa aðeins reynsluna fyrir sig þar. En Magic... Náttúrulega ungur efnilegur. Kannski svona meira nýtt fyrir honum heldur en Darra. Darri er náttúrulega búinn að fara í úrslitin. Þetta er þetta fjórða úrslitakeppni sem Magic tekur þátt í og þetta er aðeins vanur þessu og ég held að hann þarf virkilega að stíga upp fyrir sitt lið og ég held að hann muni gera það á morgun. Darri er náttúrulega búinn að vinna, 3 svona? Darri er búinn að vera gríðarlega öflugur og búinn að vera í úrslitaseríuna með Þorlákshöfn og búinn að vinna í þetta í fyrra á 2007 vann hann með KR, 2009 vann hann með KR. Hann ætli verið mikið að gefa Darra þetta matchup og þetta er gríðarlega jafnt líka. Fjarkinn, Helgi og Hjörtur. Það er náttúrulega landsliðsmaðurinn, Helgi Már Magnússon. Tjakkurinn, hann er bara alltaf í bakki maður, hann bakkar bara tjakka með niður og einhvern veginn skorar hann alltaf úr þessu.
Það er virkilega einn skemmtilegasti leikmaður sem ég spila með. Innan sem utan vallar. Og hann er að skjóta fáránlega vel. Það var það seinasti sem var alltaf að keppna í þryggjast. Hann vann mér þetta aldrei. Hann er þetta bætt í sig helling. Hann er að Má skjóta, eiga það. hann er að skjóta 62% af þryggjastalífunni. Og ef hann á góðan leik á morgun þá er þetta erfitt fyrir Njarðvíkingana. Já, ég sammála því. Mér finnst líka saman með Hjört eins og Magic. Hann þarf að stíga upp á morgun og eiga gríðarlega góðan leik ef Njarðvík ætlar að klára þetta. Krejón og Mirko. Náttúrulega Krejón er búinn að vera besti leikmaður í deildinni seinustu 3 ár. En náttúrulega Mirko er sama skapi fjölhæfur leikmaður, mjög fjölhæfur leikmaður, kann leiki mjög vel. Hann er búinn að vera að spila þokkalega vel á Krejón í þessu úrslitakeppni. Hann er búinn að vera að spila ágætlega og hann þarf að leggja mikið á sig í vörðinn á morgun og fara að gera allt til að reyna að halda Krejón sem mest niður. Maður veit alltaf að Krejón skila sínum 20 stigum og 10 fráköst, en það þarf að reyna að láta hann gera það í sem flestu tilraunum. Þannig að það er tíminn fyrir Mirko að sýna á morgun að þannig ég er í díðan, en hann er búinn að vera að spila virkilega vel sóknarlega líka. Hann er búinn að vera að setja niður opna færi síðan sem Stefán er búinn að vera að búa til fyrir hann. En ég held að Já, Krejón hefur vinningi þar. Þetta er gríðarlega jafnt í byrjunlið. Svo er náttúrulega bekkurinn sko, hvor hefur meiri breytina, hann er náttúrulega komið í 5. leikinn. við lítum á KF-bekkinn, Magni, Finnur, Pavel. Þvílíkir leikmenn sem að getu allir farið í 20 stig þess vegna. Lítum á Njarðvíkurbekkinn, Óli Helgi, Ágúst Orra. Snorri, Rökkels. Ef að þeir chippa allir inn þá er Njarðvíkingarnir í góðum séns. Það var líklegir, finnst mér. Þeir allir sett inn gott framlag í seinasta leik og þá áttu KFUR í vandræðum með þá og þannig að ég tel það svona lykil á leik Njarðvíkur. Ef þeir gefa gott framlag þá eru Njarðvík í góðum séns. Ég verð að segja fyrirliðarnir. Já, það matchup sé bara... Það er bara sá sem vinnur það einvígi verður, eða mun allavega gera sitt lið mjög líklegt. Þeir eru báðir miklu liðsmenn og þeir eru búin að vera að rífa sitt lið svolítið áfram. Þeir eru að spila mikill ástríður undanfari báðir. Logi er búin að vera... Við vitum alveg hvað þarf. Það var ekki að fara eitthvað í kringum. Það er ekki að vera það bara. Annarkvort Brynjar eða Logi. En svo náttúrulega Helgi náttúrulega með Helgi. Reynstón líka. En svo góður þryggjastegi líka. Tjekkurinn. Ég held að sé enginn eitthvað að fara að geta eitthvað komið á óvart, en svo sem er að fara að koma á óvart er ekkert að fara að vinna eitthvað leikinn held ég sko. Ég veit ekki hvort það geti eitthvað komið á óvart svona langt inn í season og þú ert ekkert að fara að setja eitthvað aftast á bekknum til að koma á óvart í svona leik sko. Ég held að það þekki alla í þessum liðum og ég held að velti svolítið á bara á hvor fær betra framlag frá fleiri leikmönnum. Ef þú ættir að velja einn leikmann sem er ekki sem ætti að koma á óvart og skora 20 stig í Njarðvíkurliðinu, hverju er það? Kannski ekki, það er ekki alltaf að leggja inn 20 stig sko, það er bara, ég held að Gústi Orra, þristurinn sjálfur, hann er að fara að setja 5 þrist á morgun, allavega 15 stig fyrir utan línuna. Það er bara salúta stúkuna svo. Ég held að Finnur Magg gæti komið skemmtilega óvart á morgun og gæti reynst KR-ingum virkilega dýrmætur og samanskapið Njarðvíkingum erfiður. Já. Elvar Már? Ég ætla að segja 89-82 fyrir Njarðvík. 7 stiga munur. En þú? Já, ég ætla að segja KR-ingar með 8 stigum eða meira. Ég held að seinasti leikur sitji virkilega í þeim og þeir vilja hefna fyrir þá flengingu.
Ég held að Njarðvík hafi trúna núna, búin að taka við í 2 leikjum og það er svona að spá í þeim sigri. Mér er ógeðslega gott að sitja bara upp í rúmi og horfa á þetta. Ég held að það sé miklu erfiðara, sérstaklega þar sem að tímabil okkar var búið í mars, byrjun mars, og það er mjög erfitt að sitja upp í rúmi og horfa á þessa leiki og geta ekki gert neitt eða komið neinu til skila. Það getur verið að maður er miklu stressaður að horfa á þessi leiki. Maður er alveg að fara á taugunum að vera að fylgjast með svona hvort að livestödd eða höktandi lílegri netþingi hérna. Nú skil ég hvað pabbi á við þegar hann segir að það sé erfiðara að sitja upp í stúku heldur en að vinna á vellinum. Finnst það ekkert ólíklegt að verði eitthvað tímann aftur þegar við erum komin heim. Vonandi ekki stutt eða vonandi við verðum út í sér lengst. Það er draumurinn en þegar við komum heim og spila þá vona ég að það gerist. KR og Njarðvík eru alltaf meðal efstu liða. Ég held að það haldi bara áfram næsta ár. Það er ekkert ólíklegt. Ég meina þetta er ekkert í fyrsta skipti sem að KR og Njarðvík mætast í úrslitakeppni og þetta er pottþétt ekki það seinasta, þannig að Það er sem undanúrslit í úrslitakeppni úrslitakeppni. og það kemur mér alls ekki óvart ef við myndum mæta hver öðrum og ég er svo hampa Íslandsmeistaratitli. Auðmjúkur. Það var hann að tala sko KR, ekki hitt lið. Já, það ég ætla að segja. Ég myndi aldrei segja aldrei en Ákvæmst samt að íhuga það. að ég er að hugsa hvað að segja bara. Ég myndi aldrei segja aldrei en ég held að segja afar ólíklegt. Ég held að ég sem alltaf grænt hjartaði að fara að spila eitthvað starf annars staðar með Njarðvík. Allavega. Þegar maður er að fylgjast með svona leiki þá getur maður hugsað lítið annað en að vera með einhverju öðru lið en Njarðvík. Ég er sammála því, ég fengi þessa spurningu mjög oft og en þú veist, ef ég þyrfti að velja eitthvað eitt lið á Íslandi til að spila með annað en KR þá er það væntanlega Njarðvík. Það er örugglega eitthvað með það að gera að pabbi spila þarna og að maður skuli þekkja hennar gaur hérna. Það er svo gaman að spila með hann. Sendir alltaf bolta. Það er svo góð veist. Nei. Ég muni hittast fyrir leikinn. Ég mun hittast fyrir leik í burger, pottþétt. Það fer ekki að raka pottþétt að fá sér burger. Eða kannski fara í eitthvað salat. Nei, þeir eru að fara í 2 burgera. Það er alveg pottþétt, þeir eru að fá sér 2 burgera. Og vatn. Og vatn. Hugsanlega eitthvað annað eftir leik. Já, ég held að pabbi bjóð hann svo í partí á Hagamel eftir leik. Njarðvík partí, það sem Njarðvík vinnur þetta. Í KR partí þar sem KR vinnur þetta. Já, við glemdum að svara. Heldur þeir myndi ekki setja saman. Nei, ég held að Frikki verður Njarðvíkur megin. Frikki er í Njarðvíkur megin, náttúrulega Rödd Njarðvíkur. Hann er svakalegur í stúkunni. Hann öskar á sig lungun á öllum leikjum. Þannig að ég held að hefði minn ekki höndlan að þessum leik, sko. Pabbi verður málar í framann hann einhver staðar í miðri KR-stúkunni. Nei, þeir myndu sitja á sitthvorum staðnum, en þeir verða miklir félagar, bæði fyrir og eftir leik. Og Njarðvík. Ég tel þetta að vera liðið sem vinnur leikinn á morgun verður Íslandsmeistari. Ég held að þeir hafi meiri burði til þess að vinna þetta á móti Tindastól. En bæði bara á, ég veit ekki hvort maður getur sett reynslu í Tindastól er með reynslu í Darri Lewis og Helga Viggós og einhverja en ég held að Njarðvík og KR séu aðeins framar þeir þótt að Tindastól sé búin að spila vel í veður. Já, ég er sammála því. Ég held að liðið sem vinnur á morgun verði Íslandsmeistari. Ég sagði það líka fyrir heimavið og ég held að Tindastóll verði í erfiðleikum með að matcha upp á móti báðum þessu liðum. Náttúrulega kannski það sem Tindastóll hefur er heimavöllurinn. Það er erfitt að keyra í 5 tíma og spila leik. Svo náttúrulega vill enginn koma í ljónagryfjuna, sko. Nei. Það er stórhættulegt, sko. Sama móti á Veðurtöllina, það er gríðarlega erfitt heimavöllir líka. Já. Þannig ég held að þessu öll 3 lið hafa örugglega 3 sterkustu heimavöllina á. Það er kannski erfiðara að finna í Njarðvík þar sem að þeir þurfa þá að fara 3 svar. Ef að fara í ótaleik, fara 3 svar á krókinn.
KR-ingarnir væri með heimaleiki rétt. Þeir eru alltaf með heimaleiki réttir en ég held samt að Njarðvík myndi taka einn leikar. Fyrsta leikinn. Ég ætla að spá því að Njarðvík muni happa þeim stóra í vor. Já, kemur óvart. Já, ég er búinn að vera að hugsa þetta lengi og að Njarðvík hefur alltaf verið efst í huga. Ég held að Logi muni vera til þess að Njarðvík muni vera Íslandsmeistari. Hann verður besti leikmaðurinn. Stefán mun alltaf skila 30-40 stigum. En þeir þurfa að fá framlag frá fleirum en ég held að mikilvægasti leikmanninn verður að vera Logi. Hann leiðir þetta lið svolítið áfram á báðum endum vallarins. Já, ég held að KR verði Íslandsmeistari annað árið í röð og kannski er þetta að segja hver er bestur, sérstaklega eftir að Pavel meiddist. Pavel var náttúrulega komið með hennar bikar í hendurnar myndi ég segja eftir tímabilið með 3-falla tvennu að meðaltali leik en þú veist, Helgi geti alveg verið valinn bestur líka, Brynjar þess vegna en ef að svo óheppilega vill til að Njarðvík verði Íslandsmeistari þá sé ég Loga að taka þetta og sama skapi ef að Tindastóll vinnur þá er það Lewis sem að fara heim með gullboltan fræga. Gullbolta bikarinn fræga. Já. Það var ekki meira að sinni í hlaðvarpinu. Viltu gera ykkur uppgjör? Sjálf sér ekki sko, hvað er þetta gott að borða? Fisk. Nei, við tökum bara kött á þetta er alveg skemmtilegt. Við tökum æfingu í fyrramálið og sjáum, nei, ég glemdi náttúrulega að segja. Við tökum backbrossíkan í fyrramálið. Nei, ég glemdi að segja, spurningin er, verðum við með í leiknum á morgun? Já. Verðum við hann á morgun eða verðum við ekki hann á morgun? Hver veit? Kannski erum við bara á Íslandi. Hallgrímskirkja. Hallgrímskirkja? Já. Veit ekki fríkirkja? Ég veit ekki. Við ætlum að fara á Gló. Við heyrim ykkur. Sjáumst á morgun. Bye.